for a place where hope could be discovered. I didn't know at the time that there is a place where darkness trembles. There is a place where pain is shattered. There is a place where sadness is replaced with joy and wholeness, where a new life is possible in Christ alone. Hope is available. Jesus took on our disgustingness, put on our hatefulness, wrapped himself in our brokenness, and was clothing them like garments as he went to the cross and died with them. And because of what he did that day, we don't ever have to wear them. Because of the price he paid, the power of sin is forever diminished. Þetta dagurinn sem Drottinn hefur gjört. Í Filippibréfinu 4:4 hvetur Páll postuli okkur að vera ávallt glöð í Guði. Tökum því ákvörðun í dag og verum glöð í honum. Jesus segir að ekki sé til meiri kærleikur en að leggja líf sitt í sölurnar fyrir náungar. Tökum því Jesú til fyrirmyndar og iðkum það iðulega að vera góð við hvort annað. Nú eru 60 sekúndur í samkomu og við hvetjum alla til að nýta tímann og deila samkomunni áfram. Einhver þarna úti þarf á uppörvun og hvatningu að halda í dag. Svo við viljum hvetja þig til að vera blessun fyrir aðra. Drottinn blessi þig. Góðan daginn Smárarkirkja og þið heima. Við erum jákvæð í dag og við ætlum að lofa Drottinn og þakka honum fyrir allt. Í Jesú nafni, halleluja. Ég síðar valdi, syndar og myrkur, við elskar meira. Kraftur
færa þér. Já, afsakið við þurfum að skipta mikrofón. Þú sem segir að vera elskuð. Það þú sem segir að vera nóg. Þannig að við syngjum honum til dýrðar þetta lag í dag. Halleluja. Og yfir okkur og til okkar. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low?
once again just who I am, because I need to know. Ooh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, and when I don't belong, oh, you say I'm yours, and I believe, oh, I believe what you say of me. The only thing that matters now is everything you think of me, Jesus. In you I find my worth, in you I find my identity. Ooh, you say I am loved when I can't feel a thing, and you say I am strong when I think I am weak. And you say I am held when I am falling short, and when I don't belong, oh, you say I am yours, and I believe, oh, I believe what you say of me, oh, I believe. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You have every failure, God, and you have every victory. Ooh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, and when I don't belong, oh, you say I am yours. You say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, and when I don't belong, oh, you say I am yours, and I believe what you say of me, and I believe that's what you say of me. You say I am loved when I can't feel a thing. Ef við syngja saman. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, and when I don't belong, oh, you say I'm yours, and I believe. Við skulum trúa því í dag að hann elskar okkur. Amen. Hann elskar þig, hann elskar mig. Og við eigum alltaf von í honum. Takk, heilagi Faðir. Takk fyrir allt sem þú gert fyrir mig, Drottinn.
hans náð og réttlæti. Saklaus við hans hásæti. Jesus, helgist þitt nafn. Já, þú svo sannarlega okkar hirðir. Hressir sál mína, leiðir mig réttan veg, fyrir sakir nafns síns, jafnvel þótt ég fari dimman dag, óttast ég ekkert illt, því þú ert hjá mér. Sprotið þinn og stafur huggar mig, þú býr mér vörn frammi fyrir fiendum mínum, þú smyrð höfuð mitt með olíu, bikar minn barmafullur. Já, gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína, og í húsi Drottins bý ég langa ævi. Drottinn minn hirðir, mig mun ekkert frelsna.
alla ævi daga mína og í húsi drottins því ég langa ævi. Drottin minn hirðir, mig mun ekkert fresta. Nei, nei, mig mun ekkert fresta. Nei, 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 mig mun ekkert fresta. Mér mun ekkert bresta. Drottin minn hirðir og á grænum grundum lætur hann mig hvílast. Leiðir mig af vötnum þar sem ég má næðist njóta. Enn og aftur bjóðum ykkur velkomin á samkomu Guðsþjónustu í Smárakirkju. Þeir sem eru heima eða annars staðar að hlusta, ekki í salnum. COVID-fréttirnar halda áfram eins og öllum ljóst núna og margir sem að kjósa það að fara bara varlega og vera heima og það bara fínt. Salurinn okkar ennþá opinn samt sem ára fyrir samkomu gesti svo lengi sem að yfirvöld leyfa það að við hittumst í þessum fjölda með 1 meters eða 2 metra millibili. Og meðan það að þá gerum við pössum bara vel að spritta og þvo og halda, vera ekki í faðmlaginu. Við erum með svona, eins og einn sagði áðan, við erum með svona Bluetooth faðmlag. Þetta bara í svona fjarlægar faðmlag. Og það bara gott, við vitum af því. En við sendum til ykkar sem eru að hlusta, hvar sem í heiminum eruð, sendum við blessanir Drottins og hvatningu héðan af Guðsþjónustunni okkar. Og við viljum bara tala þetta líf sem hann var verið að syngja, sem sveitin okkar var að syngja yfir ykkar líf, að Drottin ykkar hirðir. Hann getur og vill leiða ykkur á græna grundir og þú sem þarft þessa hvíld. Ég get vitnað það sjálfur, ég ætla ekki að gera hér og nú en ég get sagt ykkur það að oftar en einu sinni, oftar en tvisvar og á mjög sterkan máta hefur þessi sálmur og bara hugleiða hann og syngja hann tekið mig inn á græna grundir þegar ég þurfti á það að halda og fengi frið og ró í lífið og yfir svara spurningum, það sama hvað það þú átt þetta í honum eða þú leifir honum að koma. Guð blessi þið elsku vinir. Nú ætlum við að taka samskotið okkar. Já, það eru forréttindi að fá að gefa. Hérna koma samkomuþjónendur okkar með samskota bauka fyrir fólki okkar sem hér í salnum og það líka posi frammi fyrir þá sem að vilja nýta sér hann frekar og þeir sem heim eruð og viljið taka þátt í að gefa, Guð bless ykkur. Á skjánum eru reikningsupplýsingar og þið geta lagt þar inn og við erum þakklátt fyrir ykkar þáttöku í því og Guð geym ykkur og bless ykkur margfallega fyrir það. Amen, gjörðu svo vel. Dýrlega náð við þinn kross fullkomna verk þitt, náð undraverð náð undraverð náð við þinn kross sér hver mín synd
Amen, vá, það verðist ekki skipta máli hvort það séu 5 söngvarar eða hvað það nú þetta var aldeilis blessað. Fannst ykkur það ekki? Amen, hvernig væri bara aðeins að standa upp og lyfta höfðum okkar og röddum okkar og lofa aðeins Guð. Drottinn, við bara þökkuðu fyrir nærveru þína. Ég þakkaði fyrir trúfesti þína, Drottinn, ég þakkaði fyrir að þú kemur aldrei of seint. Og Drottinn, við erum kannski komin í 3. bylgju, en það þýðir ekki að þú hafi misst tökin, Drottinn, og ég þakka þér fyrir það. Að við getum, Drottinn, mitt í ólgusjó lífsins, þá getum við bara falið okkur í hendi þinni. Og Drottinn, ég bara blessa, Drottinn, tónlistafólki okkar, ég blessa, bara alla sem að koma að kirkjunni, Drottinn, og ég bara blessa alla þá sem að hlusta, sem eru hér í salnum, Drottinn minn, og allir sem að eiga sárt að binda. Eru kannski að upplifa bara, vonleysi. Maður heyri það bara í fréttum að það búið að auka svo mikið heimilisofbeldi og annað slíkt. Ég bara biðji Drottinn að koma inn í aðstæður hjá fólki og Drottinn gefa þeim frið í hjarta og gefa þeim, Drottinn, þessa staðföstu trú á þig, Drottinn minn. Og ég leysi hendur blessun þinnar í lífi okkar allra. Og Drottinn minn, í Jesú heilaga nafni og allur lýðurinn sagði. Amen. Amen nefnilega þýðir svo skal verða. Hvernig var að gefa þessum snillingum gott klapp? Ég fekk fullt af ég fekk fólk sem hafði samband við mig sem náttúrulega stóðu ekki saman. Það svolítið misvísandi upplýsingar sem eru kannski að koma fram. Þá ekki að fara í hertari aðgerðir. En þeir hvetja samt fólki var að hlusta á fundin áðan, þeir hvetja samt fólk til að safnast ekki saman, þannig að það eðlilegt að fólk spyrji sig, megum við koma saman? Ert alveg viss? Þannig að en á meðan þeir herða ekki aðgerðir, þá höfum við opið. Þannig það. Og við ætlum að halda því áfram, þangað til yfirvöld segja annað, en að sjálfsögðu. Þá hlýðum við í því og við stundum þessar sóttvarnir, persónlegu sóttvarnir eins og hann kemur svo rækilega inn á, sem að skila mestum árangri. Og það það að þvo sig vel hendur, spritta sig, passa að halda þessi fjarlægðamörk og svo framvegis. Og eins og Halldór kom inn á, við erum með svona rafræn knús. Þannig ég að knúsa ykkur, þið bara takið ekki eftir því, þetta rafrænt. Þið finnir vonandi kærleikann. En mér langar til þess að tala pirring og gremju. Það náttúrulega margir sem að upplifa það og hvað við getum gert, hvað Biblían segir okkur að gera þegar við upplifum þetta í líf okkar. Út af það bara staðreynd, okkar áætlanir eru ekki að ná fram að ganga. Og ég held að í rauninni allir á þessu ári geta sagt það sama. Og hvað gerum við þegar okkar áætlanir ná ekki fram að ganga? Þá leitum við hans einmitt. Þannig að mér langar til þess að fara í frásögn í Biblíunni og bið ykkur að kannski að fylgja mér. Og það í 1. Samúelsbók 16. kafla og í versi 1. Og það segir svo: Drottinn sagði við Samúel, hversu lengi ætlar að vera sorgmæddur vegna Sáls? Ég hef hafnað honum sem konungi yfir Ísrael. Fylltu hornið af olíu og halt af stað. Ég sendi þig til Ísai frá Betlehem, þegar ég hef valið mér einn af sonum hans til að verða konungur. Eðli málsins samkvæmt að þá eru mjög margir sem eru að upplifa pirring í dag. Við sjáum bara víða bara mjög alvarlegar afleiðingar af þessum faraldri og bæði náttúrulega afleiðingar hvað varðar efnahagslega en líka heilbrigðislega. Og mjög margir kannski áttu ekkert von á því að komast á okkur stöðu sem þeir áttu kannski ekkert endilega, eða voru ekki búin að kannski búast við á þessum tímapunkti í þeirra lífi. Það býr til pirring, það getur líka búið til gremju og það getur búið til óþægilega tilfinningar í lífin fólk sem það veit ekki hvað á að gera með. En við vitum það að þeir sem að tilheyra Drottni,
þeir eiga frið sem æðri öllum kringumstæðum. Við erum kölluð til þess að eiga samfélag við Jesú og ávöxtur þess samfélags réttlæti, friður og fögnuður fyrir heilagan anda. Má ég heyra amen. Þannig að jafnvel þótt að við förum í gegnum kringumstæður, þá á ávöxtur lífs okkar að geta verið réttlæti, friður og fögnuður. Og hugsaðu hvað það dýrmætt. Það skiptir í rauninni ekkert máli hverja kringumstæðurnar eru, því að við eigum alltaf að bera þennan ávöxt. Og hvað gerir það að verkum að vera í sambandi við Guð? Ávöxtur þess náttúrulega gott samband okkar á milli. En það líka, ávöxturinn líka sá að ég á gott samband við sjálfa mig. Ég kem vel fram við sjálfa mig og ég kem vel fram við fólkið í kringum mig. Þetta bara ávöxtur af samfélaginu við Guð. Réttlæti, friður, fögnuður og náttúrulega ávöxtur andans sem við þekkjum líka. Þannig að það eru ávöxtirnir. En það sem ég hef hins vegar tekið eftir á bara göngum minni með Guði að Guð getur notað frústrasjón, pirring, jafnvel gremju til þess að gera eitthvað ákveðið í líf okkar. Og fyrir mig þetta þannig að þegar ég fer að upplifa þessa tilfinningu, þá það ekkert ólíkt því og þegar við erum að keyra bíl og það kemur eitthvað gult ljós í mælaborðið og það eitthvað að. Gremja nefnilega vísbending að hlutirnir eru ekki alveg í lagi í líf okkar. Og hvað gerum við þegar við sjáum þetta gula ljós poppa upp á mælaborðið? Við förum með bílinn í viðgerð. Við þurfum að láta athuga hvað að, því að það eitthvað í bílnum sem ekki að virka. Ekki satt. Oft nefnilega skapast gremju og pirringur þegar væntingum okkar ekki mætt. Og ég veit ekki með ykkur, en ég hef ákveðna væntingar til lífsins og ég held að allir hafi það, hvort sem þeir vita af því eða ekki. Stundum þetta bara svona óskrifað og við finnum bara að hlutirnir hafi ekki gengið upp og það hefur áhrif á sál okkar. Ég til dæmis man eftir því þegar ég var fertug að þá fór ég rosalega mikið að hugsa, ég á þeim stað sem ég vildi vera í lífinu? Og það ég hafði undir niðri einhverja ákveðna væntingar. Og ég svona leit yfir farin vera og hugsa, já, að ákveðin hátt ég það og öðrum ég ekki alveg kannski nákvæmlega á þeim stað sem ég myndi vilja vera. Væntingar. Og væntingar eru þannig að ef þeim ekki mætt, að þá kemur eitthvað í líf okkar sem heitir óþol og jafnvel pirringur. Hvað gerum við þegar við upplifum það? Og ég held oft á tíðum, jafnvel sem kristið fólk, að þá leitum við langt yfir skammt. Það sem við eigum að gera að fara í ritningarnar og sjá hvað bókana hefur fram að færa. Og við eigum að leita visku ekki þarna heldur í bókana. Við eigum að fara í Biblíuna og við eigum að finna svörin sem við þurfum í uppsprettunni. Því öll svör við öllum kringumstæðum alveg sama hvað það hún að finna, öll svör að finna í bókinni. Og ég man, lengi vel fram eftir aldrei, þá leitaði ég oft í eitthvað allt annað. Og það var ekki fyrir nákvæmni tímapunkti sem ég fekk bara raunverulega djúpa opinberun að það Biblían sem að kemur svarið inn í líf okkar. Það ekki nóg að vera bara heyrandi, við þurfum að vera gerandi. Við þurfum að gera það sem að orð Guð segir. Og ef við speglum okkur í bókana, þá kemur visk okkar þaðan líka. Þessi frásögn Samúel ein af þessum frásögnum sem við getum svo sannarlega lært af. Samúel var spámaður á þessum tíma, öflugur spámaður Guðs. En hann var líka dómari. Og á þessum tíma þá voru Ísraelsmenn stjórnað af dómurum.
Og dómarar voru ekki eins og þeir eru í dag, þú veist. Þetta var öðruvísi konsept. Þeir voru andlegir leiðtogar og pólitíski leiðtogar, svona sambland af því. Og þeir ráðfærðu sig við Guð hvert þau ætti að fara með líðin og svo framins, hvernig átti að stjórna. Og þetta var góður tími í sögu Ísraels. En rétt eins og við, þá voru Ísraelsmenn að horfa í kringu sig og við gerum það oft. Við erum ofta að meta okkur við ykkur aðra og þau hafa þetta svona, ég vil þetta líka og svo frammeins. Og það það sem Ísraelsmenn gerðu. Þau fóru að horfa út fyrir sig til þess að fá svar við spurningu sem að hafði með þau að gera. Og þau hafa þetta að leita inn á við og leita Guðs. Og þeir horfðu út á við og hugsuðu, en það eru allir þarna úti með konung, af hverju ekki við? Og Guð sagði við nei, ég hef ákvarðað þetta að vera svona. Þetta að virka fyrir ykkur að hafa þessa dómari sem varða veginn og svo framvegis. Og þeir létu sér ekki segjast, eins og svo oft áður. Þeir létu sér ekki segjast og þeir vildu ennþá fá konung til þess að ríkja yfir þeim. Og Guð sagði nei. Og það breytti engu fyrir Ísraelsmenn, þeir tók ekki leiðsögn eins og við ofta tíðum gerum ekki heldur. Og þeir vildu áfram frá konung. Og Guð ákvað að segja já. Af hverju? Því að stundum, vinir, stundum þau förum í gegnum lífið, þá tökum við ekki leiðsögn. Það bara þannig. Stundum þarf Guð að leiða okkur í kringumstæður sem að kenna okkur. Og það nákvæmlega það sem að gerðist á þessum tíma í þessari frásögn. Líðurinn sóttist eftir að fá Sál sem konung. Sál var stærri en aðri menn og var mikill leiðtogi svona á að líta. Flottur, kunni það. Hafði þessa leiðtoga hæfileika, hvað sem það kann að vera. En þeir völdu hann því að hann hafði svona yfirbragð leiðtogan sem þau vildu. Og hann stóð sig frábærlega til að byrja með. En svo hrókaðist hann upp. Og það nefnilega stundum þannig, vinir, að þegar fólk hrókast upp auðmjúkum veitir að náð kennir rétningin. Það einhver lykill við það að vera auðmjúkur frammi fyrir Guði. Þess vegna getur oft séð ef að fólk til dæmis að jafna sig á alkohólisma og annað slíkt. Ef það ekki auðmýkt, þá það á fallbraut. Og vinir, það á við allt fólk, alltaf. Ef að þú ert ekki auðmýkt fram fyrir Guði, þá ert á fallbraut. Og Sál var konungur sem að hrókaðist upp og hann hætti að fara eftir þeim ráðleggingum sem að Samúel og þeir sem að Guð hafði sendt komi með inn í líf hans. Og hann fór að gera hlutina með þeim hætti sem að honum vel líkaði. Og vitið það, þá erum við bara komin á hættulega brautir. Þegar við erum hætt að hneigja eyru okkur að visku Guðs og við fyrir bara að gera hlutina hvernig sem okkur vel líkar. Og hann fór að gera það sem var rangt í augum Guðs. Og vinir, Guð á ekkert erfitt með fólk sem ekki fullkomið. Hann á ekkert erfitt með fólk sem ekki fullkomið. En hann á erfitt með fólk, allavega á þessum tíma, sem hann treystir ekki. Og hann var í þeirri stöðu að leiða líð hans og honum var hreinlega ekki treystandi. Og það sem að gerist í frásögninni það að Guð tala við Samúel og segir við hann, Samúel, ég vil að þú takir horn þitt með olíunni því að ég hef fundið annan sem að ég vil láta vera konung yfir Ísrael. Ég ætla að taka Sál út úr þessari þjónustu og ég ætla að setja annan inn. Því hann var ekki að gera það sem að Guði var að skapi. Og hér komum við og við ætlum að lesa aftur frásögnina. Drottinn sagði við Samúel,
Hversu lengi ætlar að vera sorgmættur vegna Sáls? Ég hef hafnað honum sem konungi yfir Ísrael. Fylltu horn þitt af olíu og halt af stað. Ég sendi þig til Ísæi frá Betlehem því ég vali mér einn af sonum hans til að vera konungur. Þjóðin átti nefnilega erfitt með velgengni. Hjá Ísraelsmönnum var þetta þannig að þeir upplifðu kannski einhverja velgengni, ekkert ósvipað það sem að Sál gerði, upplifði velgengni, kom sér því næst í ykkur vandræði, lenti á þeim stað þar sem að þau þurftu á Guði að halda og auðmýktu sig, þannig að það þurfti alltaf einhverja krísu til að halda sér nærri Guði. Og ég hef tekið eftir, þeir sem eru ekki þroskaðir á göngunum með Guði, þeir eru ekkert ósvipaðir þessu. Og þannig eigum við ekki að vera vinir. Við eigum að bera ávöxt alltaf og Guð á að geta treyst okkur fyrir allri þeirri blessun og velvild sem að hann hefur fram að færa. En sumir þurfa stöðuga krísu til þess að leita drottins. En það er ekki vilji Guðs fyrir okkar líf. Við eigum ekki að þurfa krísu. En þegar þannig komum við sögu, þá talar Guð mjög beint til Samúels. Og hann segir, hversu lengi ætla þú að vera sorgmættur yfir stöðum mála? Ég get alveg ímyndað mér að Samúel, þegar hann heyrði röddu Guðs, hann hefur verið bara svona, what? Nýr konungur yfir Ísrael? Ég er nýbúin að fara í gegnum þetta á ég að komast aftur á okkur byrjunarreit. Hann var ósáttur við plan Guðs. Ósáttur. Og það ekki oft þannig að þegar við upplifum skipsbrot með einhverjum hætti, við förum að vera ósátt og við förum að hætta að treysta því að Guð viti hvað okkur er fyrir bestu. Við viljum oft halda í það sem við þekkjum, jafnvel þótt það sé vont fyrir okkur, í staðan þess að sleppa og taka skref í átt að þeirri framtíð sem að Guð hefur fyrir okkur. Í þessari sögu er Sál tákmynd upp á fortíð okkar. Davíð er tákmynd upp á framtíð okkar. Og þið sem þekki söguna vitið að Davíð var góður konungur yfir Ísrael. Hann var ekki fullkominn, en hann gerði það sem rétt var í augum Guðs. Hann auðmýkti sig. Hann hrokaðist ekki upp og hann leitaði alltaf drottins í öllu því sem hann tók sér fyrir hendur. Þannig á þessum tíma þá þurfti Samúel að taka ákvörðun. Ég þarf að sleppa þessu gamla til þess að fara í hús Ísæi til þess að höndla þetta nýja. Og vinir, drottin segir við okkur, hættu að vera sorgmætur, hættu að falast eftir því sem að ég er þegar búin að hafna eða er búið í þínu lífi. Af hverju þurfum að gera það? Til þess að geta höndla þetta nýja sem að Guð hefur fyrir okkur. Og vinir, ég hef oft undrast þegar fólk svona, hefur þessa ungdóms, dýrkun sem er í gangi. Ég myndi aldrei vilja vera yngri. Mér líður bara alveg ótrúlega vel akkurat núna. Af hverju? Því ég reynslunni ríkari. Ég er önnur en ég var fyrir 10 árum. Og vinir, ég myndi aldrei vilja fara tilbaka og vera aftur 20 eða 30. Því að Guð hefur gert verk í mínu lífi sem hefur komið í gegnum reynsluna. Og vinir, ef ég ætla að halda í Sál, þá höndla ég aldrei Davíð. Og vinir, Davíð er tákmynd upp á framtíð okkar. Og vinir, til þess að höndla Davíð, þá ertu að hætta að reyna að reisa upp Sál í lífið þínu. Þú þarft að sleppa Sál. Og þú þarft að treysta því að allir hlutir muni samverka þér til góðs.
að hann sem hefur hafið í þér góða verkið mun og fullkomna það. Allt til dags í Jesú Krist. Má ég heyra amen? Og vinir, ég held að við stöndum frammi fyrir tímabilið þar sem að við þurfum að fara að taka ákvörðun. Hann tók olíu. Hann tók horn fullt af olíu. Og við vitum hvað olían er tákmynd upp á. Hún er tákmynd upp á heilagan anda. Hún er tákmynd upp á heilagan anda. Og við vitum það að Kristur er ekki seinna nafn Jesú. Margir halda að hann hafi heitið Jesú Kristur. Kristur þýðir hinn smurði. Og vinir, þegar hann fór til himna þá sagði hann, ég mun senda ykkur þennan anda sem leið ykkur í allan sannleikan. Ég mun gefa ykkur allt sem þarf til svona árangri í þessum lífi. Og vitið það, andinn býr innra með þér og hann býr innra með mér. En það sem að við gerum oft við olíuna, við förum aftur að reyna að reisa við sál. Og Sippa, þú manst, þetta var svo frábær tími. 2000-2005. Nota svona eitthvað dæmi. Og við ætlum bara að reyna að upplifa það aftur. Nákvæmlega. Það er nefnilega ekki. Og það er það sem að Guð segir í orði sínu, við erum að gleyma því sem baki er. Og við erum að seilast eftir því sem framundan er. Og það að gleyma þýðir ekki bara, ég man ekki neitt sem gerðist hérna fyrir aftan mig. Það þýðir að búa ekki á þeim stað. Hlustið á mál mitt út að ég tel að þetta hafi erindi við okkur öll og mig ekki síst. Við eigum ekki að búa á þeim stað. Við eigum að taka olíu okkar og við eigum að seilast eftir því sem að Guð er að gera í dag. Davíð er nefnilega tákmynd upp á framtíð okkar. Þegar við erum orðin, þið vitið, sjóið. Þegar við erum orðin með visku, ég ætla að segja fulla visku, það stundum vantar svolítið upp á það. En við erum allavega með visku. Við erum með skilning sem við höfðum ekki áður. Við höfum allavega þá visku að beygja okkur fyrir Guði. Og vinir, eyðum ekki olíunni með því að fara tilbaka og reyna að reisa eitthvað við sem á ekki vera reist við. Gerum eins og spámaðurinn gerði forðum daga, Guð sagði farð í hús Ísæi. Og hvað gerði Samúel? Hann tók sig upp, tók ákvörðun að hætta að vera í fílu. Það er góð ákvörðun, vinir. Það er alltaf góð ákvörðun að hætta að vera í fílu. Hætta að streitast gegn því sem að Guð er að gera í dag. Hann tók sig upp, fór í hús Ísæi og vissi nákvæmlega hvað hann átti að gera. Nei. En það er það þannig með göngunum með Guði. Í því felst trúin. Við fáum einhver plan og Guð segir farðu þangað. En svo þurfum við að stíga út í trúvinir. Og gera það sem hann hefur sagt. Og það sem gerist, ef við heyrum frá Guði og við leyfum þessum heilaga anda að stýra göngu okkar, við fáum upplýsingar, við finnum. Ég veit ekki með ykkur, en ég finn. Ég finn þegar hlutirnir eru ekki í lagi. Ég finn þegar Guð er að leiða með eitthvað. Af hverju? Út af því ég hef stillt inn á andan. Og ég er alltaf kannski... ég hef alls ekki alltaf gert það, en ég finn að ég er næmari fyrir andanum núna en ég hef verið nokkru sinna áður. Og aftur, þetta kemur með reynslu. Þetta kemur því að þekkja röddu Guðs. Og hvernig getum við þekkt röddu Guðs ef við eigum ekki samfélag við hann? Það snýst samfélag. Hann fer í hús Ísæi, tekur smurningu sína og smýr Davíð til konungs yfir Ísrael. Og við tók blessaður, magnaður tími í sögu Ísraels. Við oft á tíðum viljum ekki sleppa. Ástæðan fyrir því að við til að mynda veljum nýlög. Megnið af lögunum sem við erum að syngja eru nýlög. Af hverju? Og ég fengi þessa fyrirspurn áður. Út af því að lög hafa áhrif á tilfinningar okkar.
Ég get heyrt lag og ég get farið 30 ár aftur í tíman, eða 20 ár, ég náttúrulega bara 25. Ég get farið alveg 20 ár aftur í tíman og ég get upplegað að byrja hvar ég var, þið vitið, hvað tilfinning átti sér stað, ég var skotin í þarna, eða skilja, ég hef alltaf verið skotin í alla náttúrulega, en svona þegar ég var mjög ung, ég get farið aftur í tíman og það það sem að tónlist gerir. Hún getur tekið mann á staði og annað slíkt. Þess vegna mikilvægt að við veljum hvað við erum að hlusta á. Að við séum ekki föst í fortíð okkar. Heldur að við séum spennt fyrir nútíð og framtíð. Má ég heyra amen? Þegar ég allavega þannig, og þetta bara frá mér. Ef ég að hlusta á tónlist þá get ég alveg bara munað, vá, þarna mér leið svona, við vorum að gera þetta var í gangi og auðvitað allt í lagi að rifja upp góða tíma. En það ekki í lagi að búa þar. Það 2020. Og ég hef góða fréttir að færa. Hann hefur nýtt fyrir stafni. Hann að gera nýja hluti. Hann að nota nýja tækni. Ég meina það fullt af fólki sem við náum til bara með nýrri tækni. Og Drottinn að starfa með alveg einstökum hætti í dagvinir. Og við förum á mis við það ef við erum alltaf að reyna að reisa við sál. Má ég heyra með? Af hverju skiptir þetta máli? Og mér langar að gefa ykkur 3 punkta af hverju þetta skiptir máli. Ef við stoppum ekki og leifum sál að vera í fortíð okkar, þá getur það orsaka fyrir það fyrsta depurð. Ég þekki engan sem að lifir í fortíð sinni sem fullilega glaður. Fólk að reyna að endurskapa eitthvað sem gerðist fyrir 20-30 ára síðan. Það engin glaður. Það getur orsaka depurð í okkar lífi. Og það ekki vilji Guðs fyrir okkar líf því að það réttlæti, það fríður og fögnuður í heilugum anda. Það líf okkar, það gang okkar. Númer 2. Þú tekur ekki á fullu þátt. Vá, hvað ég hef séð þetta oft. Ég sé þetta líka í samböndum þegar fólk hefur orðið sárt. Það hefur orðið fyrir hjartasári. Þá fer það ekki inn í nýtt samband nema með miklum fyrirvörum. En Guð vill að við gefum okkur heilshugar í það sem hann að gera. Vinir heilshugar. Eins og við höfum aldrei verið særð. Og mjög margir í hennu kristna heimi hafa verið særðir. En Guð að segja, herðu, treystu mér. Davíð betri en Sál. Komdu með mér í ferðalag. Komdu með mér í ferðalag. Og vinir, ef við búum í fortíðinni þá gefum við okkur ekki heilshugar. Og það aðkallandi að fólk Guðs gefi sér heilshugar til að byggja upp ríki hans. Má ég heyra með hann? Og númer 3, sem að liggur beinast við. Við missum af þeirri velvild sem að Guð hefur beint fyrir framan okkur. Tökum ekki eftir tækifærin sem Guð hefur fyrir okkur. Og ég að segja ykkur, tækifærin eru mörg. En við tökum ekki einu svona eftir þeim ef við erum föst í fortíð okkar. Og vinni, það svo mikilvægt að taka reynsluna frá fortíðinni en halda áfram reynslunni ríkari. Gefast Guði heilshugar. Vera glaður og ánægð með það sem að Guð að gera í dag og taka heilshugar þátt í því, vinir. Guð að kalla þig. Guð að kalla mig að segja bless við sál. Taka olíu okkar og nýta hana fyrir framtíðina. Má ég heyra með hann? Þannig ég vona að þetta hafi skilað einhverju til ykkar í dag. Því að ég held þetta sem mikilvægt. Ég held þetta sem mikilvægt. Í Jesú nafni rísum á fætur. Mér langar bara að biðja örlitla bæn og svo ætla ég að biðja frelsisbænina eftir það. En mér langar að biðja bæn varðandi það sem ég var að tala um. Þannig að við losa okkur við. Að við lækni sár og annað slíkt sem að þarf að lækna til þess að við getum haldið áfram á göngunum með honum. Drottinn, ég bara þakka þér. Ég þakka þér að þú ert með frábært plan.
Ég þakka þér fyrir það að þú ert stór og þú ert mikill og þú gerir furðuverk. Og rétt eins og með Samúel forðum daga, hann sá ekki, hann treysti ekki, en þú hafði stærra plan, Drottinn. Og í dag að þá leggjum við alla okkar fortíð í þínar hendur. Og Drottinn, við ætlum ekki að búa þar. Við ætlum að taka olíuna okkar, Drottinn, sem að þú hefur gefið okkur, Drottinn, frá himninum. Og við ætlum að nýta hana, Drottinn minn, til þess að stíga fram á við. Og Drottinn, ég bara blessa alla þá sem að taka ákvörðun í dag að halda áfram. Að halda áfram göngunni með þér. Í gamla var það engu nýtt orðið til. Og Drottinn, megum við ekki vera föst í fortíðinni að missa allri þeirri velvild sem að þú hefur fyrir okkur í dag. Og ég brýt hlekki, vonbrigðar og annað slíkt af lífum fólks. Í Jesú nafni. Því að þú hefur nýtt fyrir stafni. Og það tekur þegar að votta fyrir því. Í Jesú heilaga nafni. Og mér langar líka að biðja fyrir þeim sem að þekka ekki Jesú. Ef að þú skilur ekki alveg hvað ég er að tala um og þú vilt eignast þetta samfélag við Jesú, þá skiptir það öllu máli, kæri vinur. Og Jesú er bara einni bæn í burtu. Það eina sem þú þarft að gera er að opna hjartað og hleypa honum inn. Og mér langar til þess að biðja bæn sem að hjálpa þér einmitt með þetta skref. Og bænin er svona, ég bið ykkur að biðja upp eftir mér. Kæri Jesús, ég bið að koma inn í hjarta mitt í dag. Ég bið að fyrirgefa mér sér hverja synd. Ég bið að fylla mig að heilugum anda. Ég bið að ganga með mér hvern einasta dag. Drottinn Jesús, ég þakka þér að ég er nú þitt barn. Í Jesú heilaga nafni. Amen og amen. Ef að þú, vinur, varst að biðja þessa bæn í fyrsta skipti, þá hvet ég til þess að setja í samband við okkur, opna biblíuna eina og fara að lesa. Ég mæli með að lesa Jóhannesar guðspjall. Hvet ykkur til þess að lesa það, byrja á því. Og þeir sem að vilja fyrirbæn, velkomin fram. Og ég er tilbúin að biðja með ykkur og Halldór hérna líka og örugglega mamma. En bara njótum lífsins. Stígum út úr því gamla inn í þetta nýja. Í Jesú heilaga nafni. Amen.